Selfirði. Í dag ætlum við að nýta flugu sem heitir Sugbug og frá, þetta 1930 eitthvað, gömul fluga. Sjá hana til dæmis inn á Foss.is hjá hana Kristjáni, en þessi fluga hefur reynst mér mjög vel. Alltaf með Sugbug á mér. Cliff Sugg heitir maðurinn sem að hannaði þessa flugu og við erum að nota í stélið á henni svona páfuglssverð, nokkra fanir af því, það þarf ekki alveg mikið, þetta er 3, 4, 5. Þannig að kemur hér, þannig er það svona aftur úr henni og þetta fer bara undir búkinn og við erum að nýta þetta á hvorki meira en minna en RX Traditional Nymph númer 12 og við erum að nota mjög fínan tvinna í þetta sem RX Professional. Það sést nú alltaf á keflið hérna, ekki að sýna ykkur þetta hérna. Það sem sé þessi gæi, þetta sem sé, já, Professional, þetta 20 dennir, pínu lítill, mjór, vand með farinn en ótrúlega sterkur. Við notum vír til að hafa vafning á henni. Það Semperfli líka vír númer 0,2 mil. Við byrjum á vírnum og skella honum hérna niður. Svo þurfum við að hafa smá pláss hérna fyrir framan. Hún er ekki lendi í einhverju plássleysi þar að því að það kemur á þetta vængelki og eitthvað svona á eftir. Þá þetta komið niður. Í búkinn á þessari flugu þá eru náttúrulega páfuglsfanir, bara laus við Peacock, 4, 5, 6 sendingar sem ég er búinn að taka hérna til og klippa. Ég klippa hérna framan að þessu bara svona jafnt. Það koma hér. Við vefjum þeim hérna frá okkur. Svona. Þá festum við þetta niður. Þéttingsfasta vafninga hérna með tvinnanum. Höldum við þetta. Tökum 2 aðra, 2, 3 aðra, þéttingsfasta vafninga, klippum svo þessa lausu enda hérna í burtu. Því næst kemur vírinn á fluguna og hann fyrir gagnstæða átt, það nákvæmlega sem tvömöflita regla. Ég gleymi því nú í einhverju vídeóm við vírnum í sömu átt og hitt, það næst betri binding með að vefja honum svona gagum átt. Við festum hann með tvinnanulagi sem þetta hérna niðri og svona, svo hringjum við þyrluna svona áslugurnu og þetta hægt sem dómsmálaráðherra en það annar mál. Í kraga á þessari flugu þá ég að nota páfugls hérna, ekki páfugl heldur hérna fasana. Þetta bara búkfjöður af fasana og ég sé að þetta ekki dvalega langt, þannig við viljum hafa bara hafa lappirnar ekki tvo langar en við tökum kannski hérna aðeins af þessu svona klippum þetta hérna niður styttum þetta svona og í þessa þetta bara eitt hringur af þessari fjöður. Hún þarf að snúa náttúrulega svona
rétt, þannig að útliðin á henni snúið hérna fram. Ég veit ekki hvort þetta sjáist, jú, þetta var sjást. Svona. Og festum við þetta alveg pikk, festum við þetta hérna niður, svona. Tökum við hérna stilkinn, brjótum hann upp, klippum af. Og í svona stutta fjöður þá nú alveg örugt við þurfum fjæðarklemmuna. Ég ætla að lása hérna í rétt blá vaffið á endan á henni. Það hægt að nota bara hænufjöður eða eitthvað. En sé einhverjar einfaldari fjærir en þetta. Ég bara nota þetta því þetta var hendi næst. Og sjá. Nú reynum við að fá þetta hérna en þetta snúi aftur á bak. Það megi að vera 2 snúningar. Það eru lappirnar komnar á hann hérna og læsum við þetta inni. Ég viðurkenni það, þetta er óþarfa stælar að nota þessa fjöður. Ég get alveg geta að nota ef ég bara brúna hænu eða eitthvað svona samskona brúnt sem að gera lappir. Þetta þarf ekki að mæla ekki með fasan, svo stutta fjarir á hann. Þessi tegunda fjöður. Svona. Klippum við áganginn í burtu. En, jú, hann verður svona buggy við þetta. Þessa lappi viljum við fá aftur á bak. Þannig að gerum það svona. Og við nýtum þetta. Förum þetta aðeins eins og við sjáum, við förum þetta til að sýna ykkur hérna. Við förum með tvinnan sko, í þessa átt aftur. Hérna aðeins yfir þetta, svona. Þá liggur þetta aftur með búknum. Og þá er bara vængurinn einn eftir. Vængurinn á sökkvakinni stoltið sérstakur. Það byrja að festa þessu hérna niður, svona. Búa til stæði fyrir vænginn. Við viljum ekki hafa eitthvað risa hausa á þessari flugu heldur. En við erum bara með venlegan til. Þetta er endar brún, eða svona ljós, gulbrún litu. En þú getur nota gráa bara líka. Það er ekkert mál. Og það má ekki vera of, nota ekki of aftarlega þessi of nálagt búknum og fuglunum. Það er svo þykkur, stilkurinn á fjörunni. Þannig eitthvað staðar eitthvað svona, cirka. Og þetta tökum við af. Má nota SFN sem vorum að rífa af bara í eitthvað annað. Þetta kemur hérna ofan á fluguna og nýtist niður þannig að nýtum þetta bara rólega hérna niður. Tveimur ekki of föstum vafningum. Það sýnir ykkur þetta hérna hvernig þetta lítur. Þá á hann að vera hana fyrir miðju, eins mikið fyrir miðju hægt er. Svo drögum við í til þess að stilla fjöðrina af. Eins svona. Og förum þá að þétta þessi gera vafningin fastari. Svona. Klippa þetta í burtu. Það má eitthvað fara með hana bara svona út í vatn. Sem er ringið með þetta ef við fáum fisk á hana þannig. Það er gaman að vita. En flugan er ekki alveg tilbúin vegna þess að við erum náttúrulega að gera haus segja á hana. Nei, ekki haus heldur hausnút. En þessi langi vængur á ekki að vera svona, alveg ekki. Heldur klippist hann bara svona. Og ég bara þá lítur svona út. Þetta er sögbögg, eins og ég þýtti hann. Skemmtileg fluga. Þetta búið til hausinn þá. Betri haus. Þetta er sögbögg. Skemmtileg fluga. Nú er bara hausnúturinn eftir.
svona. Ég mæli eins og við séum með fyrir ykkur sem eru byrjendur í þessu, prófiði Semperflight finnar. Þið eru ekki að fara að slíta hann, þið getið tekið ævintýralega mikið á hann. Þá bara að klippa þetta og lakka. Jú, við splæsum okkur í hérna, splæsum á þetta svapagapi. Superglú, smá slíki af því hérna. Límum það allan hringinn. Passa ykkur bara að blind ekki öngul augað á önglunum, svona. Glæsilegt. Og ég er ekki með að nýta neina og undan þessari, ég nýtti svo mikið af þessari flugu árum áður, þannig að þessi á bara að vera klár. En ég þakka kærlega fyrir mig, því mig endilega gerast áskrifendur á rásinni. Setja like á vídeóið og deila því, en þangað til næst þá bara sjáumst þér þessu kátt í næsta vídeói. Takk fyrir.